stig. Þá voru það Einar Gunnlaugsson á Akureyri á Nordex-drekanum. Keyrir hér yfir eitt dekk, tapar við það 40 stigum. En reglurnar eru þær ef menn komast í gegnum endaliðið með afturhjólinn, þá helmingast refsingin sem þeir hafa fengið. Og hann fær 290 stig. Hann hefur væntanlega verið dæmdur fyrir að snerta dekk og fengið 20 stig mínus en ekki að hafa keyrt yfir dekk. 290 stig, það góð tala í fyrstu þraut. Þá er það Gunnar Svali Egilsson. Já, hann sleppur við dekki sem að Einar fór yfir þarna á hann og sleppur við dekki neðst í brautinni. Hann á möguleika 300 stigum, fara hann alla leið. Það er hins vegar að gera það en það gerir hann ekki, fær 290 stig sem er kannski 20 stigum meira heldur en hann átti rétt á. Og hér er svo kominn Haraldur Pétursson. Það má segja að hann hafi tapað í þessari keppni. Hann gjörbreytti bílnum frá síðustu keppni, kominn á miklu stærri dekk og aðra fjöðrun og stýrið að aftan. Hann réði hreinlega ekki við bílinn í þessari keppni en stýrið að aftan er merkilegt. Er þetta mikið verk að setja stýrisbúnað að aftan? Ekkert voðalega, þetta tekur tíma dálítið. Geturðu kannski sýnt okkur hvað þetta er? Hvers vegna bíllinn beygir þegar þú framkvæmir einhver aðgerð? Já, þetta er sko tékkunum bara eins og framan sem að beygir hjólunum og uppi er deilir sem að sér að dæla vökunum um sikkvara slöngun eftir hvort í biðum. Og svo er hér stöng upp í deilirinn sem að segir deilunum hvar hásíkin er þannig að rétti samt að hafa vatnið fyrir sleppi henni. Þannig að þegar þú sleppir stöngina þá fer hann sjálfvirkt í beinan stöðu? Já. En það virkaði ekki hjá honum að þessu sinni og hann hefur lofað mér því að hann ætla að æfa sig rækilega næstu 2 vikurnar en þá fer fram þriðja umferðin í Íslandsmótinu og hún fer fram á Akranesi aðra helgi. Þá er það Helgi Fríski, Helgi Sjötta á Freysa Fríska. Hann fær hér 270 stig. Þá er það Gísli G. Jónsson á kókumjólkinni. Hann þurfa að læða sér hér fyrir hornið til þess að sleppa við dekki sem er á brúninni. Það gerir Gísli. Fer síðan hér talsvert langt út fyrir brautina og kemur svo tilbaka til þess að fara í gegnum endaliðið. Tekur dekki endaliðið og kemst ekki upp, fær aðeins 220 stig. Það gæti hugsanlega orðið Gísla dýrt þegar að líða tökur á keppnina. Og Þórir Sjött. Já, snyrtilega gert, hann er með beygjur að aftan og er búinn að læra að nota þær. Virtist þó snerta þarna dekkið upp á brúninni þegar hann beygði kannski sekúndubroti of snemma. Nú er að reyna að sleppa við þessi 2 dekk sem eru neðst þarna, sem er bak við bílinn hjá hann núna. Hann tekur þó annað þeirra og í gegnum endaliðið 230 stig. Og þá er það Eyjólfur Skúlason á hlébarðanum. Hann keppir eiginlega eingöngu á Egilsstöðum enda þaðan. Já, hann snertir þarna dekkið á brekkubrúninni. Það fóru 20 stig. Og síðan keyrir hann yfir dekkið í endahliðinu en hann sleppur við þá refsingu, fær 280 stig. Og við erum konið í þraut nr. 2 og það er Ragnar Skúlason sem fer aðeins þriðjunginn í þessari þraut og fær aðeins 100 stig. Þá er það Hörður og það er sama hjá honum, hann fer ekki lengra en þetta og fær líka 100 stig. Þá er Einar Gunnlaugsson. Hann kemst þarna upp fyrir, búinn að ná sér í 100 stig. Síðan þarf að taka uppbeygju þarna uppi, koma niður aftur og halda áfram hér í hliðarhalla. En það sem að Einar bakkaði og tók nokkur dekk og þó hann sé næstum því alveg í endahliðinu, þá hafði hann ekki nema 90 stig upp úr krafsinu. Og Gunnar Svali Egilsson fór ekki lengra en þetta og fær aðeins 50 stig. Þetta er dýrt. Nú, hér var Haraldur búinn að taka ákvörðin að læra nú bara á þennan bíl. Hann fær hér 90 stig og láta sig engu varða baróttunum fyrsta sætið en þess sem maður ætlaði sér fyrsta sætið, hvað sem það kostaði. Krækir hér í 120 stig með því að fara með afturhjólinn nógu ofarlega hér. 20 stigum meira heldur en flestir aðrir keppinautar hans. En það kostaði hann veldu en Gísli er náttúrulega fast spenntur í öryggisbeltin og þetta er hættulítið. Og Þórir Sjött upp á brúnina, tekur þó dekkið þarna, 40 stig í mínus. Og þegar hann snýr við þá þarf hann að bakka og hvað gerir svo? Það má sjá að þegar hann byrjar að bremsa hér að þá læsist hægra framhjólið og það er merki um það að hægri framöxull sé brotinn. Þannig hann er bara með drif á 3, beygir illa hjá honum bílinn vegna þess að öxullin er brotinn á hægra framhjóli.
Þessi dekk sem hann er að fara yfir hér skipta ekki máli og hann er ekki refsað fyrir þau. Þetta eru dekkin sem eru í rásmarkinu. Komast þér í gegnum þetta hlið. Svolítið gróft en af því hann er bara með drif á 3, þá kemst hann ekki lengra en þetta og fær aðeins 110 stig þrátt fyrir góða tilraun. Þá er Eyjólfur og hann brýtur hér drifskaft og situr fastur. Sigurður Axelsson ræður ekki við bílinn, allt og stífur hjá honum, 80 stig og þetta er staðan eftir 2 þrautir. Einar Gunnlaugsson er efstur með 380 stig ásamt Eyjólfi Skúlasyni. Hörður Sigurðsson með 360, þá Helgi Sjött og Gunnar Egilsson og ásamt Gunnari með 340 stig eru þeir Ragnar Skúlason, Gísli G. Jónsson og Þóri Sjött. En hér er Einar kominn á fulla ferð í 3. braut, nær í 90 stig. Hann átti að fara þarna upp fyrir ofan þetta hvíta dekk sem er næst okkur. En það gerði hann hins vegar ekki. Þá var það Gunnar Svali Egilsson. Þetta er mikill hliðarhalli og allt og lítið grip og sjáu þetta. 130 stig. En hann gefst ekki upp hann Gunnar. Það þurfti að komast hér upp fyrir dekki sem var að koma í ljós, þetta hvíta, og síðan niður og svo aftur upp. En það vantaði kannski örlítinn hraða. En það er sko ekki verið að slá af fyrir inn í fullan hnefann. Þá er það Haraldur Pétursson. Já, hann veit ekki alveg hvað þessi dekk gera eða þessi fjöðrun. Sjáum allt í einu tekur bílinn upp á því að fara upp á 2 hjól. Ekki sé þetta áður á ísbílnum. Haraldur er núna að æfa sig alveg örugglega. Þá er það Helgi Sjött, Eyfirðingur. Þetta þarf að fara svolítið ákveðið í þessa braut. 90 stig. 440 alls, það var að sjá hvað Gísli gerir. Hér missir hann bílinn langt til hægri og reyndar út fyrir brautina. Gerir tilraun til þess að bakka, hann má bakka bíllengt, það kostar hann 40 stig. Og klórar sig síðan hér upp fyrir dekkið. En þar sem hann var komin út fyrir braut að mati dómarana, þá fær hann aðeins 50 stig. Hér er Gísli óheppinn, hann lendir hér út fyrir. Við höfum reyndar séð þetta í til dæmis fyrstu þraut, þar sem að keppendur voru komin langt út fyrir braut, en þar var þeim ekki refsað, þar sem það var talið óvart. Já, þetta klóraði sig upp fyrir og síðan hélt hann áfram og fór alla leið, en 50 stig var það sem hann uppskar og þá var það Þór Sjött. Og Þór er hreinlega velur að fara út fyrir og það er allt annað mál heldur en þegar að hann gera þetta óvart. Hins vegar eru það dómararnir sem að dæma og þeir dæma samkvæmt bestu getu og bestu samvisku. Ekkert út á það að setja, það er auðvelt að gagnrýna eftir á. En hér er komið maður sem á eftir að verða góður, Ásgeir Jamil Allansson. Þegar hann náði sér á strik í þessari keppni þá fékk hann fleiri stig en margir aðrir keppendur. Hann fékk hins vegar fá stig í fyrstu þraut og það varð honum dýrkeypt. Aðrir keppendur þurfa að vara sig á Ásgeir Jamil þegar hann verður búinn að ná fullri stjórn á bílnum. Og hér er það Sigurður Axelsson, hann er kominn jafn mikið út fyrir braut eins og aðrir keppendur í þessari þraut. Og þá er við Gísla og Þóri Sjött. 50 stig, þá er það Hörður Sigurðsson á kjúklingnum. Já, hann hangir inn í braut, vel gert og svo vantar bara svolítið hraða hérna. 90 stig. Og Ragnar Skúlason mætti á seint vegna bilunar í brautinu á undan. Fór við það aftur fyrir og fær mínus 60 stig strax í upphafi. Krækir í 50 stig hér og síðan dragast þessi 60 frá og niðurstaðan er 0. Og staðan eftir 3 þrautir, Einar Gunnlaugsson er efstur með 470 ásamt Gunnari Egilssyni. Hörður í 3. sæti með 450, Helgi Sjött í 4. og Gísli G. Jónsson kominn upp í 5. sæti með 390 stig. 80 stigum á eftir 1. sætinum. Þá er komið að samhliða braut, það eru 2 bílar í einu í sittkoru brautinni, tímabraut, önnur brautin var auðveldari. Hér náði hins vegar Helgi Sjött betri tíma en Haraldur Pétursson, fékk 250 stig. Þá er það Gísli G. Jónsson og Þóri Sjött og sjáðu hvað Gísli gerir. Hann bara botnar hann hér og er langt á undan í mark. 6.62 og fær 270 stig. Það var annar besti tíminn. Þannig að Þórir var heldur lengur að fara þessa braut og þá er það Ásgeir Allan og Sigurður. Sigurður var langt á undan hérna en er langt á eftir þegar það er komið yfir endalínu og Allan fær 190 stig
Ragnar Skúlason og Hörður. Brautin vinstra megin fjær okkur mun auðveldari og það nýtir Hörður sér. Það 225 stig og þá það síðasta parið í þessari þraut. Gunnar Egilsson sem alltaf sigrar í tímabrautum. Hann gerir það einnig hér og fær 300 stig en Einar Gunnlaugsson fær 195 stig, 8:07 að fara brautina. Þetta nokkuð jafnt svona yfir fyrstu 2 hólana en hér getur bíllinn í vinstri braut farið á fullum hraða á meðan að bíllinn í hægri brautinni þarf að fara þetta á svolítið meiri lagni og það kostaði hins vegar tíma. Við þetta skaust Gunnar Egilsson upp í fyrsta sæti með 770 stig, Helgi Sjöttur í öðru, Einar í þriðja, Gísli G. Jónsson kominn upp í fjórða og Hörður niður í það 5. Og það eru 2 þrautir eftir. Gísli G. Jónsson fer fyrstur í 5. þraut, hún ókleif, það vita allir og Gísli, hann bara fer eins hátt eins og hann getur með afturhjólinn, fórnar bílnum, fer 250 stig en skemmdi hins vegar bílinn og þurfti nú á öllum kröftum aðstoðarmanna sinna að halda við að koma honum í lag. En 250 stig eru það sem að Gísli uppskar, fór nægjanlega hátt með afturhjólinn, treystir á búrið og beltin og brýtur hér skástífu sem heldur fram hjólabúnaði. Enda mikið högg í lokin en Gísli ábyggilega sáttur við stíginn. Þá Þóri Sjö, hann fer svo lítið út fyrir brautina, ætlar að reyna að krækja þarna í rauðadekkið sem á brekkubrúninni og komast þar með í gegnum endahliðið. Þá hefði hann fengið 300 stig mínus 20 vegna þess að endalið, dekkið endalið, refsamönnum aðeins með 20 stigum. Einn en reynir að fara hátt og það engin annar en Eyjólfur Skúlason, heimamaður, og hann uppskar 200 stig. Þetta þverhníft hér í lokin en það spurning fyrir dómara hversu hátt afturdekkin fara og það þau sem að ráða í öllum venjulegum þrautum. Það framdekkin í tímaþrautum en afturhjól í stigaþrautum. 200 stig fékk Eyjólfur hér, hann fekk eins og 0 í 3. þraut og það varð honum talsvert dýrkeypt og hér hangir hann í beltunum, alveg óslasaður. Ég verð áfram á þessum línum, spennum beltin, þau bjarga, það hefur margsýnt sig hér í torfærunni og þetta ekkert öðruvísi velta heldur en á venjulegum bílum. Yfirbyggingar bíla eru hálfgerð veltibúr og þá það Sigurður Axelsson og nú fannst keppendum nóg komið og hér eftir reyndi enginn. 190 stig fékk Sigurður og Ragnar 190, Hörður 160 og Einar Gunnlaugsson 190 stig. En hvað gerir Gunnar Svali? Hann ætlaði að reyna þetta sama eins og Þórir, nær 100 stigum og 190 stig til Halla P og þá það Gríski 200 stig og þetta staðan þegar hans ein þrautir eftir. Gísli G. Jónsson búinn að koma sjálfum sér og bílnum upp í fyrsta sæti með þessum átökum í þessari braut. Helgi Sjöttur í öðru, Gunnar Egilsson í þriðja, Einar Gunnlaugsson í fjórða og Hörður í því 5. og síðasta þrautin var tímabraut, löng tímabraut, mikill hliðarhalli og hér það tími sem gildir. Fyrsta sætið í tíma gefur 300 stig og hvert dekk sem að keppendur taka með sér eða keyra yfir, sama hversu gróft fara út úr hliði, að þá þeim aðeins refsað með 10 mínustugum fyrir hvert dekk. Það með öðrum orðum aðalega tíminn sem skiptir máli hér. Mér sýnist Einar vera búinn að taka 2 dekk, kannski 3 á 4 og með 40 stig í refsingu. Það að sjá hversu góður tími hans og út í miðjum pottinum endamarkið og hann nær í 195 stig og það dregin á honum 40 stig og þetta þýðir það hann hefur náð 4. besta tímanum og hann fær ekki vaspaðið sitt hérna fyrir alveg í lokin. Þeir sem að þekkja Einar frá þessari torfæri, Eimskipstorfærinni í fyrra, muna að hann fekk góða og kalda sturtu í þessari sömu þraut.
Þá er það Gunnar Svali Egilsson. Hann er vanur að fá 300 stig í tímabrautunum, ná besta tímanum. Hann er gríðarlega grimmur og ákveðinn í tímabrautunum. Þannig er hann búinn að taka að minnsta kosti 1 dekk. Og hér kom bara drull á gleraugun og hann sér ekki neitt og hann losar sig við gleraugun. Og veltir bílnum hérna, eiginlega alveg á hvolf en bjargar sér út úr þessu en lendir síðan á sandbing og framhjólabúnaður skekktist og skemmtist þannig að hann gæti ekki haldið áfram og því uppskar hann ekki nema 65 stig hér. Fékk 95 stig fyrir að fara 50% af brautinni en það voru síðan dregin á hann 30 stig. Helvítis, þetta var tíminn á mér hérna. Maður, alveg rosa tíminn maður. Á skipstjórinn ekki að spara orðin og þá var það Helgi Sjött. Og hann gerir heldur ekki sleið af en þó búinn að keyra nú þegar yfir 2 dekk. Þetta er ekki alveg bara spurningin tíman, menn verða aðeins að gæta sín. Þannig var 3. dekkið og nánast skoðin út úr braut hérna en krækir í þetta dekk. Hann er þar með inn í brautinni en tapar 10 stigum og 10 stigum í viðbót. Þannig hann er búinn að tapa 50 stigum. Hann er grimmur á gjöfinni og nær besta tímanum. Fær 250 stig, 300 fyrir tíman en mínus 50 stiginn og það var Gísli G. Jónsson. Tíminn sem hann er að keppa við eru 47 sekúndur. Gísli veit af tíma hjá Helga Sjött. Það er hins vegar stundum dálítið erfitt að henda reiður á því hve mörg stig menn eru með í svona torfærukeppni á meðan á henni stendur. Keppnishaldar er ekki alveg nógu duglegir að koma upplýsingum til keppenda eða áhorfenda á staðnum. Gísli gerir þetta vel. 270 stig fær hann ef hann nær öðrum besta tímanum. Hann er hins vegar búinn að keyra yfir 3 dekk nú þegar. Það eru 30 stig mínus, þannig að 240 stig getur hann náð í og þar með myndi hann ná 10 stigum meira heldur en Helgi og það gerir hann 240 stig, 10 stigum meira er loka niðurstaðan og hann sigrar í þessari fyrri umferð bikarkeppninnar með 1150 stig. Stórglæsilegur árangur þar sem að ekkert var til sparað og það borgar sig ekki að gefast upp. Aldrei að gefast upp, sagði Gísli G. Jónsson þegar hann fór af stað í 50 þraut. Og hér höfum við svo lokaúrslitin: Helgi í öðru, Einar í 3., Gunnar Egilsson í 4. og Hörður Sigurðsson í 5. og stiginn taka menn með sér í næstu keppni.